Þá fyrir við bara að hefja leikinn hérna. Góðan daginn. Ég býð ykkur hérna velkomin. Þá getur bæjarfulltrúar á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar sem númer 700. Það dálítið góð tala. Við erum nýbúin að halda upp á afmæli bæjarins, 30 ára afmæli, og þetta fundur númer 700 í dag. Og að venju nú mörg mál á dagskrá. Fyrst það sem heitir kosning í nefndir. Síðan koma fundagerðir til staðfestingar. Það hafa verið 2 fundagerðir frá bæjarráði, 3 fundagerðir frá einstökum nefndum og að lokum koma 6 fundagerðir til kynningar. Við hefjumst á handa og fyrsta mál á dagskrá kosning í nefndir. Það sem ræða breytingu á varafulltrúa VAF-lista í fræðslunefnd, þannig að ég er rétt að gefa sjálfum mér orðið. Já, það eins og ég segja, að það verið að María Pálsdóttir sem hefur verið varafulltrúi VAF-lista í fræðslunefnd hættir sem slík og vegna búferlaflutninga og við tekur Una Hildardóttir. Nú svona forsins vegna rétt að kanna hvort það sé einhver andrar uppástungur fulltrúa. Svo ekki þá telst þetta samþykkt. Þá förum við í fundagerði bæjarráðs. Fyrst fundur númer 1318 í bæjarráði Mosfellsbæjar. Hann var haldinn hér í þessum sal 24. ágúst síðastliðinn. Og orðið laust og Haraldur Sverrisson. Ég vék að fundi í 2 málum á þessum bæjarráðsfundi. Máli númer 3 og 4 og ég mun ekki taka þátt í atkvæðagreiðslu með það og kýs að víkja fundi meðan hún stendur yfir. Og sjálfsögðu að verða umræður þessi mál. Já, kýstu þá að víkja fundi bara strax þá? Já, bara þegar þetta sé rétt að þið greiði þá atkvæði þessa liði sérstaklega. Já. Orðið laust almennt þessa fundagerð frá 24. ágúst. Nú, enginn kveður sér hljóðs, þá umræðan lokið og við greiðum það atkvæði og þú, Haraldur, ætla að fá að víkja fundi. Já, ég áskildi því að verði þá greitt atkvæði sérstaklega þessa 2 mál. Þessi 2 mál, já, eða staðfest. Já. Ekki nema allir að bera bara fundagerðina upp í heild sinni til staðfestingar, þá var það í sjálfu sér í lagi. Það held ég sé í lagi hérna inni. En ekki verðmaður. Nei, ég held að sé rétt að ég fari. Víkir á fundi. Hann bókast að Haraldur víkur á fundi, bæjarstjóri undir þessum lið og þá rétt að bera stöðmáli upp sem sagt fyrst númer 3 og svo númer 4. En fyrst að hann búinn að víkja fundi fundagerðinni í heild sinni, þá ekki bara rétt að við? Nei, hann veit víkja fundi undir þessum mál. Ég skildi það þannig, já. Þá best að taka það mál hérna stöng. Fyrsta mál númer 3. Þeir sem staðfesta mál númer 3 í fundagerð bæjarráðs númer 1318 gjör svo rétt upp hönd. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 8 atkvæðum fyrirgefðu. Og þá tökum við 4. mál og þeir sem að staðfesta það mál eru bennir að rétt upp hönd. Og það staðfest með 8 atkvæðum sömuleiðis. Og þá skulum við kalla bæjarstjórn 7. Það stóð frá sér hún? Já, ég greiddi ekki alltaf. Nei, það var með 7 atkvæðum. Og þá skulum við kalla bæjarstjóra aftur hér í salinn. Og við heldum þá áfram atkvæðagreiðslu. Það þá 2 mál sem við greiðum atkvæði í fundagerð bæjarráðs frá 24. ágúst. Það mál númer 1 og mál númer 2. Og þeir sem að samþykja þessi mál og staðfesta eins og þeir bera með sér eru bennir eftir hönd og það samþykkt með 9 atkvæðum.
Þá er þessi bæjarráðsfundur afgreiddur. Þá er komið að næsta eða síðari fundargerð bæjarráðs sem við tökum hér til umfjöllunar. Sá fundur var númer 1319 og haldinn hér í Helgafelli 31. ágúst síðastliðinn og ég gef orði laust. Sigrún Póstsdóttir, gjörðu svo vel. Já, það eru hérna 2 mál sem að mig langar að ræða. Fyrst mál númer 5 og það heitir málefni varabæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar. Þetta mál var sett á dagskrá að beiðni íbúahreyfingarinnar. Þannig mál með vexti að varabæjarfulltrúi hefur satt störfum sínu lausum en ekki með hefðbundnum hætti að senda formlegt erindi til bæjarstjórnar, heldur hefur hann lýst í yfir með yfirlýsingum sem birtist 29. júní í Mosfellingi og síðan birti hann aðra yfirlýsingu nokkrum dögum síðar á samskiptamiðlunum Facebook á síðunni Íbúar í Mosfellsbæ. Og það var sem sagt opið bréf til bæjarstjórnar sem hann birti á Facebook og opið bréf til Mosfellinga í Mosfellingi sem hann birti í Mosfellingi. En allavega þá settum við þetta á dagskrá af því að Jón Jósef Bjarnason, hann hefur ekki sagt af sér með formlegum hætti, þannig að hann þiggur ennþá laun sem varabæjarfulltrúi og hefur ennþá stöðu varabæjarfulltrúa í Mosfellsbæ. Við í íbúahreyfingunni viljum náttúrulega geta skipað okkar eigin fulltrúa sem varabæjarfulltrúa. Jón er ekki félagi í íbúahreyfingunni og við teljum hann ekki vera fulltrúa okkar þótt hann sé þarna í rauninni í kjölfar kosninga 2014 og þar sem hann var á lista íbúahreyfingarinnar. Hann er hins vegar sem sagði sig fyrir kosningar, þá sagði hann sig frá listanum og hefur bara alls ekkert starfað með íbúahreyfingunni. Hann hefur hins vegar ekki sagt sig frá íbúahreyfingunni eða sem sagt frá þessu embætti fyrir núna. Hann er náttúrulega búinn að segja sig frá íbúahreyfingunni fyrir löngu en hann hefur hins vegar ekki gert það með formlegum hætti að segja af sér sem varabæjarfulltrúi og niðurstaða umfjöllunar í bæjarráði var sú að lögmaður hann ætlar að skrifa þetta umsögn og við bara bíðum eftir henni. Já, ég þetta kannski rétt að við kannski aðtöfum hvort að fleiri vilji taka sér mál þessu máli. 5. mál, einhver sem vil ræða það? Nú, ef svo ekki, þá gjör svo vel Sigrún, þú er óskað að ræða annað mál hér. Númer 6 var það ekki í fundargerðinni, gjör svo vel. Já, ég kem til framöndir máli númer 6 og það heitir reglur upptökur á fundum bæjarstjórnar. Eins og Mosfellingar náttúrulega vita þá er bæjarstjórnarfundum sjónvarpað á YouTube eða streymt á YouTube og það hefur verið ólag á upptökunum og íbúahreyfingin óskaði því eftir þessu mál á dagskrá til að athuga hvernig verklagi er háttað í tengslum við vinnslu á þessum upptökum. Við fengum þær upplýsingar á fundinum að það væri verið að vinna í þessu máli að endurbæta þessi upptökutæki
og við í íbúahreyfingunni höfum sérstakar óskir í tengslum við það og þess vegna lögðum við fram eftirfarandi tillögu. Bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar telur tímabært að Mosfellsbær fjárfesti í upptökubúnaði sem gerir mögulegt að sundurgreina mál eftir efni til að auðvelda íbúum að leita upp við mál sem þeir hafa áhuga á að kynna sér. Og mér heyrðist á fundinum að það væri stemning fyrir þessu og við bara bíðum spennt eftir því hvað síðan gerist varðandi nýjan upptökubúnað. En fjármálastjóri hann tilkynnti sérstaklega að það væri ástæða til þess að flýta þessu verkefni. Já, orðið er laust þetta mál eða önnur mál í fundargerð bæjarráðs frá 31. ágúst. Nú, það er kveðið sig ekki hljóðsfrekar og þá er umræðan lokið og við göngum til atkvæða. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð eru bennur rétt upp hönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum, staðfest með 9 atkvæðum. Og þá förum við í einstakar nefndir. Fjölskyldunefnd, fræðslunefnd og skipulagsnefnd eru nú á dagskrá. Og fyrst er það fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 29. ágúst 2017 og ég gef orðið laust. Theodór, gjörðu svo vel. Takk fyrir stíð. Mér langar að nefna bara hérna erindi sem við vorum að ræða og nr. 3 sem að fjallar jafnréttisdag okkar Mosfellinga sem verður 18. september næstkomandi í fjölbrautaskólanum okkar, eða framhaldsskólanum og bara hvetja Mosfellinga til að fjölmenna. Það ætlum við að ræða ofbeldi og kynbundið ofbeldi og hvernig við í heilsueflandi samfélagi tökum á því og ég bara vil nota tækifæri hér og hvað sem er bæjarfulltrúar og aðrir sem til mín heyra og svo er þetta náttúrulega á heimasíðun okkur og auglýsing í Mosfelling endilega að koma og vera með okkur þessa tæpu 2 klukkutíma sem við ætlaði í þetta. Auðvitað gekk sem fundur bara vel, takk. Einhverjir sem þetta ræða þetta mál, nr. 3 í fundargerðinni. Orðið er enn laust þessa fundargerð, fjölskyldunefndar. Svo er ekki, þá er umræða lokið og þeir sem að staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér eru mennur rétt upp hönd. Þessi fundargerð er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundi fræðslunefnd Mosfellsbæjar nr. 340, hann var haldinn miðvikudaginn 30. ágúst síðastliðinn og orðið er laust þessa fundargerð fræðslunefndar. Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir máli nr. 1, það er áskýrsla fræðsluskrifstofu 2016-17 og fræðsluskrifstofa er búin að taka saman mjög innihaldsríka skýrslu starfsemina 2016-17 og ég hef undanfarin ár lagt til í umfjöllun áskýrsluna þá hef ég lagt til að það komi fram í áskýrslu upplýsingar fjölda kennara í skólum að það sé ekki bara fjallað starfsmenn að skólarnir hafi svo marga starfsmenn heldur sé þess getið hversu margir kennarar starfa við skólana. Og ég sendi bæjarstjóra og framkvæmdastjóra fræðslusviðs fyrir þennan fund ósk þar að svona upplýsingar þær kæmu fram í áskýrslu
þessar upplýsingar skipta nefnilega heilmiklu máli í samfélagi þar sem kennaraskortur og bara til þess að átta sig á stöðunni hvað það varðar í fræðslumálum, þá mjög mikilvægt að fá þessar upplýsingar. Og ég hef óskað eftir þeim áður og ég ætla að óska eftir þessum upplýsingum aftur. Og eins finnst mér mjög nauðsynlegt að við fáum að vita hvaða þjónustu tónlistarskólinn veitir, meðal annars varðandi það hvað eru margir á biðlista. Þetta allt saman upplýsingar sem að segja okkur heilmikið og alveg nauðsynlegt fyrir bæjarfulltrúa að hafa þessar upplýsingar og bara náttúrulega bara sjálfsagt komið fram í ársskýrslu. Og sem sagt ég fer fram á það, ég held í þriðja sinn að þessar upplýsingar verði framvegis settar í ársskýrslur fræðslusviðs. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Forseti, sem við nefnum þessu sama máli, ársskýrsla fræðslusviðs. Ég kom til það að hún ítarleg og í henni eru fjölmargar upplýsingar sem eru gagnlegar fyrir fræðslunefnd og svo þá bæjarfulltrúa. Hvað varðar þessa ábendingu bæjarfulltrúans, þá vil ég benda á það að þessi skýrsla er á ábyrgð fræðsluskrifstofu og fræðslunefndar. Þar er skýrslan afgreidd. Ef fólki finnst að það þurfi að vera einhverjar aðrar eða meiri upplýsingar í skýrslunni, þá finnst mér að það eigi að takast upp í fræðslunefnd. Íbúahreyfingin á fulltrúa í fræðslunefnd. Ég veit að bæjarfulltrúi Sigrún hefur sem varamaður setið marga fundi þar. Reyndar ekki þennan sýnist mér. En ég bendi henni á að ræða þetta við sinn fulltrúa og koma þessum skilaboðum til í gegnum fræðslunefndina því að þar er ábyrgð þessara upplýsinga og þessara skýrslu. Hvað varðar síðan þessar upplýsingar, þá er mjög gott sjálfur sér að vita fjölda kennara og allt það. En ég bendi bara á það að hér um ársgamlar upplýsingar að ræða. Þetta eru upplýsingar síðan í upphafi skóla árs 2016. Og þess vegna fer fræðslunefnd á hverju hausti í upphafi skóla árs yfir þessa stöðu. Það er að segja stöðu á mönnum í skólunum. Það sem eru nýjar, algjörlega glænýjar upplýsingar þá stöðu. Og það er þar held ég sem að fræðslunefnd þarf að hafa puttan á púlsinum ekki ársgamlar upplýsingar eins og í þessu tilfelli. Þetta er svona yfirferð á starfseminni eins og hún hefur verið frá skólaárið 2016 til 17. Það er ekki 2017 til 18 sem er núna að fara á stað. Þannig að ég held að það sé aðalatriði í þessu að í uppbyggja skóla fara fræðslunefnd yfir þá. Ég veit til þess að á næsta fræðslumennarfundi verður sérstakur dagskrárliður einmitt það. Það var reyndar rætt líka í tengslum við þennan dagskrárlið á síðasta fræðslumennarfundi, mér kunnugt farið yfir þessi mál, þar kom meðal fram að allar stöður í skólanum eru fullmannaðar. Í flestum tilfellum að ræða menntaða kennara og það sem undantekningar að ræða er það fólk með háskólapróf og að afla sér kennsluréttinda. Þetta kom fram á fræðslunefndarfundi síðast og síðan verður þetta sérstakur dagskrárliður að mér sagt á næsta fræðslunefndarfundi þar sem farið yfir þessi mál með formlegum hætti og þá eru það nýjar upplýsingar, ekki ársgamlar upplýsingar. Þannig að ég held að rétta leiðin í þessu sé að ræða þetta í fræðslunefnd og ég bendi fulltrúanum á að bæjarfulltrúanum að ráðfæra sig við sinn fulltrúa í fræðslunefnd. Já, Sigurður, gjörðu svo vel. Já, ágæðu forseti, ég svolítið undrandi á Haraldi, á þessum efnistökum Haraldar og mér finnst þau mjög ómálefnaleg. Það búið að gera ósk eftir þessum upplýsingum ár eftir ár
og búið að bókum þessi atriði og svo framvegis. Það skiptir líka máli aftur í tíman hvernig stöður hafa verið mannaðar og það enda sko gera það líka önnur sveitafélög. Og ég bara skil ekki eini skólinn sem að setja fram upplýsingar þetta í þessari skýrslu, það er Krikaskóli. Og það er bara gífurlega mikilvægt að hafa þessa yfirsýn, hvort sem það er yfirsýn aftur til fortíðar eða framtíðar. Hún þarf að vera sem sagt í báðar áttir. Haraldur Sverrisson, Þjóðsvöld. Já, forseti bara östuð. Þess vegna benti ég á að þessi umræða væri á hverju hausti í fræðslunum. Það sem er að fara yfir nýjustu upplýsingar þessi mál. Þannig að fræðslunendamenn og bæjarfulltrúar fengju ekki áskamur upplýsingar, heldur upplýsingar sem væri akkurat núna. Það er alveg sjálfsagt að setja í mínum huga og ekki að því að setja þessar upplýsingar fram í þessum hætti líka. Mér finnst að það eigi þá bara að gerast í gegnum fræðslunemnd sem ber ábyrgð þessara skýrslu. Ég hef ekki fengið neina formulega róskir þessar breytingar. Nú, ég lít svo á að umræðum þetta mál sé lokið, mál nr. 1. Orðið er enn laust þessa fundargerð fræðslunefndar frá 30. ágúst. Nú, enginn kveðið sér hljóðs, þá er umræðum lokið fundargerðina og þessi staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér beinir rétt upp hönd. Fundargerðin er staðfest með 9 atkvæðum og það verður fært til bókar. Þá er komið að næstu fundargerð nefndar og það er skipulagsnefnd. Orðið er laust. Steinunn. Já, ég óska eftir að víkja funda á meðan tekið er fyrir mál númer 6? 4. Vegna tengsla minna við Stórsögu. Já, það er bara veitt. Það leiði. Já, bæjarfulltrúi Steinunn Steinsen víkur senda fundi vegna máls númer 4 og þá tel ég rétt að við afgreiðum það, opnum mælendaskrá það mál og greiðum síðan atkvæði það. Tökum þess út úr fundargerðinni. Er einhver hér inni sem vill ræða mál númer 4 í fundargerð skipulagsnefndar? Svo er ekki, þá er umræðan lokið það mál og þeir sem samþykkja þetta mál eins og gögnin málsins bera með sér, þeir eru beðnir að rétta upp hönd, númer 4. Það er samþykkt með 8 atkvæðum. Nú, við höldum það áfram með fundargerð skipulagsnefndar frá 1. september og orðið er laust fundargerðina. Steinunn Steinsen, gerð svo. Mér langar bara aðeins að stoppa við málefni, þetta er nú eiginlega sama máli númer 10 og 11, bílastæði við Bogatanga. Og þar er skipulagsnefnd jákvæð fyrir breytingu á deiluskipulagi og óskar eftir að skipulagsfulltrúi vinna málinu sem mér finnst jákvætt og ég treysti honum til. En inn í þá vinnu myndi ég vilja leggja tillögum að horfa vel og ígrunda vel þetta með grenndargammana, þörfin á þeim og ekki þörf. Hvort að við viljum hafa grenndargamma eða ekki grenndargamma, horfa svolítið heildstætt yfir og vera ekki að plástra bara akkurat á þennan stað hvað þetta varðar. Og það er nefnilega þannig að við þurfum öll að huga að úrgangsmálunum og flokka en það er ekki allir með sammála hvar flokkunin eiga sér stað, hvort það eigi að vera við uppruna eða í einhvers konar móttöku. Og það er þannig tilvalið að nýta tækifærið og vera bara í forgangi með þetta hér í Mosfellsbæ og þó að þetta sé kannski lítill hluti af heildarmyndinni þá vil ég bara benda á það í þessu samhengi. Takk. Já, fleiri sem vilja ræða þetta mál. Það raun og veru bæði mál númer 10 og 11. Það er eins og Steinunn sagði, það er eiginlega sama málið. Ásteinn. Hversu vel? Forseti, varðandi flokkun og úrgangsmál að það er kannski
rétt að geta þess að það hefur staðið yfir tilraunaverkefni á Seltjarnarnesi að setja plast í gráutunna í sérstaka poka og nú að heilir undir það að það verði útvíkkað til fleiri sveitarfélaga og vonum til þess að það náist að byrja það með nýju ári að það náist hér og þannig fari þá það úr þessu hefðbundna streymi en við losnum við það heima við dyr með því að það fari í sérstakar umbúðir ofan í gráutunum og þannig að það er alltaf að stíga þá eitthvað skref í þá átt að stuðla frekar í flokkun. Síðan eru náttúrulega þessi grendagámar fyrir gler áfram og væntanlega verður þá ekki þörf fyrir grendagáma fyrir plast ef að þetta við getum losnað við plastið heima í gráutunum. Svo það er verið að skoða þessi skref. Já, Sigrún, þú varst búin að biðja orði, var það þetta mál? Nei, reyndar. Ég hef nú sett sjálf mig hérna á mælendaskrá, þannig ég ætla þá að ræða þetta mál aðeins. Það er eiginlega mál nr. 10 og 11. Þetta mál var fyrir nokkrum vikum á fundi hjá skipulagsnefnd. Þetta snýst sem sagt eins og kemur hérna fram bílaplan við Bogatanga. Eins og hér stendur undir máli 10 kvörtun. Þetta er sem sagt ákveðið skipulag þar sem var sínu tíma gert ráð fyrir stæði fyrir vörubíla eins og að kalla það. Það var þá atvinnutæki sem að fólk gat þá lagt þarna og án þess að þurfa að leggja inn í íbúðahverfi. Slík plön eru kannski barnsins tíma og það sést það vel að ef maður naka þarna fram hjá Bogatanganum að þetta er nú notað fyrir ýmislegt annað heldur en skipulagi gerir ráð fyrir og hugmyndin var með þessu plana á sínu tíma. Það eru þarna hjólhýsi og hestakerra stundum og rútur. Þannig að það er valdið ónæði hjá íbúum og þetta snýst eiginlega það. Þess vegna er þetta að koma hérna inn á okkar borð í skipulagsnefnd. Reyndar í annað skiptið, það var hérna fyrir nokkrum vikum. Það sem að niðurstaðan eins og hér kemur fram, það er nú sama niðurstaðan í máli 10 og 11 af því þetta er náttúrulega sama planið. Það bárust hérna erindi frá sikur áttunni þannig að það þurfti að taka það þannig fyrir svo ég útskýri það nú aðeins. Það sem að liggur eiginlega í loftinu er það að skipulagsfulltrúa eins og kemur fram í niðurstöðunni falið að skoða möguleika á mun og þá vantilega njóta liðsins á aðalskipulagshöfundi aðalskipulagsins og komið þá með einhverja sviðsmyndir sem að skipulagsnefnd getur þá tekið afstöðu til. Eitt er hérna gámar, grendargámar. Það eru þetta grendargámar núna og eins og Hafsteinn talaði um áðan þá getur nú verið breyting á því málum hvað varðar plast. Það liggur svona í loftinu að þetta verði ekki framtíðarskipulag plan sem að er svo ekki notað eins og ætlunin var upphaflega. Þannig að við bíðum í skipulagsnefnd bíðum bara eftir svona sviðsmyndum hvaða möguleikar eru að gera þetta plan. Umræðum hérna endurvinnslumál eru auðvitað hluti af því þeirri sviðsmynd og þannig að það má vænta þess að þetta mál komi fljótlega aftur inn á borð skipulagsnefndar. Já, þá er nú rétt hérna ágætu fundamenn að vita hvort einhver vilji ræða 10 og 11. Svo við klárum það nú. En það svo er ekki, en orðið er ennþá laust fundargerð skipulagsnefndar frá 1. september. Fyrir utan þessi mál sem að þið eru búið að ræða. Nú, það kveður sér engin hljóðs. Þá tökum við afstöðu. Greiðum atkvæðið með þessar fundargerð að undanskildu málinu 4 sem þegar búið að greiða atkvæðum. Heyrðu, fyrirgefðu, ég ætla að taka til máls hérna eftir máli nr. 1. Eitt já, gjör svo vel.
Já, ágæti forseti, ég kem fram hér undir máli númer 1, athafnasvæði í Mosfellsbæ, möguleg breyting á svæðisskipulagi. Það er nokkru sinni komið fram varðandi umræðu þetta mál að íbúarhreyfingin telur mjög óráðlegt að fara að breyta svæðisskipulaginu svona stuttu eftir að búið er að samþykkja það með því að færa út vaxtamörk í landi Mosfellsbæjar. Það varð á síðast þegar að unnið var svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæði, þá einhvern veginn leystist það upp og tapaði öllu gildi sínu vegna þess að það var alltaf verið að breyta því, það var ekki farið eftir svæðisskipulaginu og mér sýnist svona að sú þróun sé að hefjast aftur. Að nú eigi bara að hefja sama breytingaferli og við bara vörum við því að þetta sé gert og Mosfellingar reynir frekar að finna pláss fyrir sín fyrirtæki innan vaxtamarkana. Já, Haraldur Sverrisson mál nummer 1 þá. Já. Gjör svo vel. Forseti, hér að ræða óskum það að vaxtamörkum höfuðborgarsvæðisins sem eru réttilega sagt frá og eru hluti af svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins verði breytt og það er með því tilliti að sett verði að gefa verði kostur á svæði sunnan Mosfellsbæ þar sem að gert hefur verið ráð fyrir svæði fyrir grænan orkufrekan iðnað. Það hefur komið fram og að gera sérstök úttekt af því að það er skortur á slíkum svæðum á höfuðborgarsvæðinu. Það er hins vegar eftirspurn eftir því að reisa starfsemi sem slíka. Skipulag, hvort sem það er svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins eða svæðisskipulag annarra landsvæða eða aðalskipulag viðkomandi sveitarfélaga, megi aldrei vera þannig og garðið gera þess að ekkert að breyta þeim ef að ástæða og ríkar ástæður eru fyrir því. Það eru ríkar ástæður fyrir því í þessu tilfelli. Og líka sérstaklega í ljósi þess að skilningur manna á vaxtamarkalínunni á sínum tíma var ekki svo sama. Vaxtamarkalínan var skilin af mjög mörgum sem vaxtamarkalína fyrir íbúabyggð en ekki fyrir atvinnustarfsemi. Það er hins vegar þegar það er kafið ofan í svæðisskipulagið kemur í ljós að skilgreiningin á við hvoru tveggja. Og við verðum að á hverjum tíma að vera undir það búin að breyta okkar ákvörðunum, okkar stefnu til þess að takast á við þá hluti sem upp koma. Gagnrýni bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar og breytingar á svæðisskipulaginu því gamla, hún á margur leyti rétt á sér. Hún snerist íbúabyggð. Hún snerist það að þær stefnumarkandi ákvarðanir sem voru teknar varðandi skilgreiningar og íbúabyggð og skilgreiningar á því að fjölda íbúða og íbúareit það var lítið farið eftir því. Það er reyndar eina sveitarfélagi sem held ég að nokkurn veginn farið eftir því, farið eftir þessu öllu saman og var Mosfellsbær. Önnur gerðu það ekki. Og ég held að við þurfum að gæta okkar mjög hvað varðar einmitt skilgreiningar og slíku, þannig að við höfum svona einhvern kontról á því hvernig íbúðarbyggðin þróist hér á þessu svæði á næstu árum og áratugum. En þetta horfir allt öðruvísi við, það liggur fyrir sérstök úttekt á þessu þar sem að þetta svæði er talið ákjósanlegasta svæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir starfsemi sem þessa. Og þess vegna væri það að gæta ekki hagsmuna Mosfellsbæjar eða höfuðborgarsvæðisins að gera þetta með þessum hætti, enda kemur það fram í afstöðu svæðisskipulagsnefndar að hún samþykkja þetta ferli
af þeim ástæðum vantarlega að hún telur að þetta sé skynsamlegt fyrir höfuðborgarsvæðið. Ég held að það sé einhver önnur sjónarmið sem valdi því að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar er á móti þessu máli heldur en að bera einhverja sérstaka virðingu fyrir svæðaskipulaginu. Já, Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Ég kem hér fram undir sama máli. Auðvitað eru fleiri ástæður sem að mætti tína til sem að ekki eru léttvægar. Og það er meðal annars vatnsverndin þarna á þessu svæði. Þetta er á öryggissvæði vatnsverndar þar sem á að huga að þessu mannvirki og þetta er ekkert smáraðis mannvirki, þannig að allavega svona miða við allt plassið sem þeir ætla að taka eða stærðin á mögulegum stærðum á þessum byggingum. Þannig að þetta verða sko meiri háttar framkvæmdir sem eiga sér þarna stað. Og þetta er á svæði sem er á öryggissvæði vatnsverndar og það er alltaf fyllsta ástæða til að staldra við og í rauninni ættum við ekki að vera með mannvirkjagerð á vatnsverndarsvæðum vegna þess að vatnið okkar, það er einfaldlega mikilvægasta auðlindin og það er fátt sem að við eigum að passa eins vel upp á eins og einmitt það. Það er ekkert minna en undirstaða lífsins. Theodór Kristjánsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég tek nú undir það sem er komið hérna fram, sko, í sjálfu sér hjá Sigrún líka með vatnið og auðvitað það sem Haraldur vekaði hérna að þessa vinnusem og þennan skilning að vaxtarmarkalínan tæki til íbúðabyggðar og nú hefur verið fjallað um þetta og kannski ágætt að því að eins og við séum, maður upplýstundum eins og Mósesberg sé einn af þetta, við erum hluti af svæðinu og kannski það sem mikilvægast við ræðum þegar við erum að ræða hvort sem það er bara á hagsmuni okkar allra þá er svæðaskipulagsnefndin og þetta samstarf okkar á höfuðborgarsvæðinu og út í landinu öllu bara mjög mikilvægt að við tökum ákvarðanir sem snerta og er heppilegust fyrir samfélagið í heild. Og áhyggjur Sigrúnar af vatninu eru réttmætar en það er ekki eins og við höfum hunsað þær. Hvað þá svæðaskipulagsnefnd sem er samsett af pínu fólki og á 77. fundi með leyfi forseta því að grípa hérna aðeins í erindi frá samtöku sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu að þar er vikið að það sem það er lagt fyrir að afgreiða meðfylgjandi verkefnislýsingu en eftir hann er bókað með leyfi forseta svæðaskipulagsnefnd telur nauðsynlegt að í skipulagsvinnunni verði möguleg neikvæð áhrif á neyslu vatn með einnig sérstaklega. Ég ætla ekki að halda áfram erindið til stað, það er að segja það er gert ráð fyrir þessu í allir þessari vinnu. Þannig að neysluvatn er ekki eitthvað sem við vitum ekki af önnur sem hér störfum, þannig að það kannski hljómaði þannig. Þess vegna kom ég upp, ekki það að ég er fullkomlega sammála Sigrúnu. Ég finnst mikið að taka þetta fram, það er gætt að þessum atriðum í allir þessari vinnu. Og já. Já, til að endurtaka mig í allir, nei, takk fyrir úrsni. Já. Við erum ennþá í fundargerð skipulagsnefndar og ég lít svo á að fundargerð, umræður fyrsta mál og sé lokið og reyndar var nú enginn búinn að biðja önnur mál að taka til máls undir öðrum málum. Þannig að ég lít svo á að umræðum þessa ágætu fundargerð sé lokið og þá er hún borin til staðfestingar eins og einstök mál. Má ég aðeins barfið? Bera með sér, já, gjörðu svo vel. Smá fundarhlið. Ertu óska eftir fundarhlið? Já. Já, þá skulum við... Eða nei. Ég óska ekki, ég vil bara fá að vita hvernig það er verið að afgreiða í máli númer 1. Já, það er eins og niðurstaðan kemur hérna fram.
samþykki verkefnislýsingar til kynningar, umsagnar og svo er vitnað í ákveðin lög. Ég óska eftir að það sé sérstök atkvæðagreiðsla. Já, þá skulum við ganga til atkvæðagreiðslu mál nr. 1, athafnasvæði Mosfellsbæ, möguleg breyting á svæðisskipulagi, og þeir sem samþykja það mál eru bennir rétt upp hönd. Það mál er samþykkt með 8 atkvæðum. Já, spyrja hvort einhver sé á móti. Já, það er alveg rétt. Er einhver á móti máli nr. 1? Svo er ekki. Það er samþykkt með 8 atkvæðum þá. Færist til bókar. Já. Fulltrúi M-lista situr hjá við þetta mál. Þá er komið að þriðju atkvæðagreiðslunni hérna þetta mál. Þessi fundargerð. Það er fundargerðin í heild sinni mínus mál nr. 1 og mínus mál nr. 4. Öll hin málin sem voru all mörg. Heil 17 mál og nú ætla ég að biðja fólk að rétta upp hönd öll málin með þessi 2. Er allir samþykkir þessu máli? Setur þú hjá, Sigrún? Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þetta verður fært svona til bókar eins og ég skýrði hérna áðan. Þá höldum við áfram með fundinn og þá er komið að fundargerðum til kynningar. Og það eru heilar 6 fundargerðir úr ýmsum áttum. Og fyrst er það afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Og hann var númer 315 og haldinn 22. ágúst síðastliðinn. Orðið laust sem þá fundargerð, engin kveður sér hljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Næst er komið að fundi sem heitir afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa. Hann var haldinn hér 23. ágúst, orðið laust þá fundargerð, engin kveður sér hljós, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið að fundargerð stjórnar Sorpu. Sá fundur var númer 377 og var haldinn 16. ágúst. Klukkan 12 á hádegi eins og kemur hér fram. Er einhver sem vil kveða sér hljóðs þá fundargerð? Svo er ekki, þá er sú fundargerð lögð fram, fundargerð stjórnar Sorpu. Næst tökum við fyrir fundargerð stjórnar SSH, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þessi fundur var númer 446 sem við erum að fjalla um. Það er enda 2 fundargerðir, fyrst tökum við 400, ja, þetta er ekki röð, það var ekki taka hinn á undan. 445, eða skiptir það engum máli. Það skiptir svo sem engum máli. Við höldum okkur bara við að taka þá 446 fyrir. Það er að segja fundurinn sem var haldinn 14. ágúst. Er einhver sem vil taka til máls undir þessari fundargerð? Svo er ekki, þá er sú fundargerð lögð fram. En síðan er haldinn fundur í sömu stjórn mánudaginn 13. júní síðastliðinn. Hann var númer 445. Einhver sem vil taka til máls þá fundargerð? Svo er ekki, þá er sú fundargerð lögð fram. Og að síðustu er fundargerð stjórnar Strætó ES. Þessi fundur var númer 269 og haldinn föstudaginn 7. júlí í Mjóddinni. Orðið er laust þá fundargerð. Nú, engin kveður sér hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og dagskráin tæmd og ég segi fundi slitið.